Góðan daginn, þá var bæjarstjórnarfundur 3518 settur. Bjóðum hjartalega velkomin Jón Hjaltason á sinn fyrsta fund. Fundurinn í 9 liðum. Fyrsti liður á dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, fyrri umferð og til máls tekur Halla Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúi og gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Frumvarp að fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2023 nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Áætlunin var lögð fram í bæjarráði 27. október og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn samkvæmt 3. málsgrein 62. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Gert ráð fyrir að síðari umræðu og endanleg afgreiðsla fjárhagsáætlunar verði hér í bæjarstjórn þann 7. desember. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal leggja fram fjárhagsáætlun fyrir sveitarstjórn til fyrri umræðu eigi síðar en 1. nóvember ár hvert og skal afgreiða hana með 2 umræðum og afgreiða eigi síðar en 15. desember. Það má alveg velta fyrir sér af hverju tímaramminn svona stífur, sérstaklega í ljósi þess að ýmsar upplýsingar sem nýtast við gerð fjárhagsáætlunar oft ekki komna fram fyrir en seinna. Samhliða fjárhagsáætlun 2023 lögð fram 3 ára áætlun Akureyrarbæjar fyrir árin 2024 til 2026. Við gerð fjárhagsáætlunar var farin svo leið að miða við óbreyttan rekstur í meginatriðum, að teknu tilliti til þeirra viðbóta sem hlotist hafa af ákvörðunum bæjarstjórnar á árinu. Á síðustu árum hafa áætlanir miðað að því að ná sjálfbærni í rekstri og svo einnig nú. Áfram verður gert ráð fyrir umbótaverkefnum á næstu árum til þess að ná þessum markmiðum. Við erum ennþá að takast á við þær áskoranir sem fylgja betri vinnutíma og vinnutímastyttingu en hvort tveggja hefur aukið launakostnað en að sama skapi bætt kjör starfsmanna. Þá ljóst að aukin þjónusta við barnafólk í leikskólum tekur verulega í reksturinn ásamt fleiru að sjálfsögðu. Þetta fyrsta fjárhagsáætlun nýs kjörtímabils og þar með nýrrar bæjarstjórnar. En hér á eftir fer fram fyrri umræðum áætlunna sem ég gerir ráð fyrir að taka nokkrum breytingum á milli umræðina en ég kem að því síðar. Ég mun hér á eftir fara yfir helstu stærði fjárhagsáætlunar og helstu útlínur og jafnframt aðeins ofan í einstaka málaflokka. Þá mun ég fara lauslega yfir helstu framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru á kjörtímabilinu. Fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar fyrir árið 2023 og 3 ára áætlun fyrir árin 2024 til 2026 sett fram í samræmi við áðurnefndar 62. grein sveitarstjórnarlaga fyrir A-hluta og samantekin reikning fyrir A- og B-hluta. A-hluti samanstendur af aðalsjóði og eignasjóðum. Í aðalsjóði rekstur málaflokka og þjónusta við íbúa bæjarins sem fjármögnum með skatttekjum og þjónustugjöldum. Í fasteignum Akureyrarbæjar eignasjóði gatna og umhverfismiðstöð haldið utan rekstur, viðhald og stofnframkvæmdir fasteigna, gatna og hirðingu bæjarlandsins. Í áætlun A-hluta milliviðskiptum vegna innri leigu, fasteignaskatta og afnota af íþróttamannvirkjum jafnað út á milli stofnana. Til B-hluta teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki og rekstrareiningar sem í eigu bæjarins og fjármögnuð með þjónustutekjum en þau eru meðal annars félagslegar íbúðir, bifreiðastæðasjóður, strætisvagnar Akureyrar, Hafnasamlag Norðurlands, Hlíðarfjall og Norðurorka. En aðeins að helstu forsendum fjárhagsáætlunar. Útsvarsprósentan verður 14,52% á árinu 2023 eins og undanfarin ár en þetta hámarks útsvarsprósenta sem sveitarfélögum heimilt að leggja á íbúa sína. Megin þorri sveitarfélaga í landinu leggur á hámarksútsvar og með sífellt háværi umræðu sjálfbærni sveitarfélaga og takmarkaða tekjumöguleika þá liggur í augum uppi að mínu mati að nýta beri útsvarsálegningu til fulls. Gert ráð fyrir að útsvarstekjur hækki 0,5% frá útgönguspá ársins 2022. Þetta kann að virðast lítil hækkun en þá erum við á móti ekki að gera ráð fyrir launahækkunum í áætluninni. En kjarasamningar verða flestir lausir á næstu mánuðum og mikil óvissa ríkir launaþróun. Við gætum farið aðra leið sem væri að hækka útsvar 6-7% frá útkomuspá og að samaskapi gera ráð fyrir 5% launahækkunum hjá Akureyrarbæ. Ef þessi leið væri farin myndi það þýða að
800 milljón króna hækkun á útsvarstekjum og sama tala þyrfti að fara í launapott til að mæta kjarasamningshækkunum. Við gerum ráð fyrir að fasteignaskattur sem hlutfall af fasteignamati íbúðarhúsnæðis verði óbreyttur eða 0,33%, 1,32% af opinberu húsnæði og 1,63% af atvinnuhúsnæði. Gjaldskrár eru almennt að hækka 7,5% fyrir utan að gert ráð fyrir því að það verði engin hækkun á leikskólagjöldum og má því segja að raunlækkun sé að ræða og það í samræmi við að forgangsraða í þágu barnafólks. Þá gerum við ráð fyrir að hækka sorpbyrðugjöld 10% en það stendur til að taka upp nýtt kerfi sem byggist á hugmyndinni þeir borga sem henda. Þar sem að þetta alveg nýtt kerfi rennum við svolítið blind í sjóinn með áætlun tekna í málaflokknum en munum að sjálfsögðu fylgjast vel með þróuninni. Gjöld veitna, vatns og fráveitu hækka 8,1%, rafveitu 11% og hitaveitu 14%. Eins og alltaf þá þarf að samþykkja útsvarsprósentu sem á fasteignagjöld sérstaklega sem á alla gjaldskrár en það verður gert samhliða seinni umræðu fjárhagsáætlun. Síðustu ár höfum við lagt áherslu á og stefnt að því að ná rekstrinu sjálfbærum. Það má segja að það sem valdi okkur erfiðleikum í því að ná þessum takmarki sé mikil verðbólga á þessu ári sérstaklega, ákvörðun að bjóða leikskólapláss allt niður í 12 mánaða gömul börn og aukinn þungi í þjónustu við fatlað fólk og þá vanfjármögnun sem í þeim málaflokki að hálfu ríkisins. Ég vil samt nefna það hér að á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga á dögunum kom fram hjá innviðaráðherra að ríki myndi koma með aukið framlag til málaflokksins sem næmi 5-6 milljörðum og má þá ætla að Akureyrarbær fengi úr jöfnunarsjóði aukningu upp á 500 milljónir. Í áætlunni eins og hún birtist okkur í dag eru þessi fjármunir ekki inni en við gerum okkur vonir að geta sett þá inn á milli umræðana. En ef við lítum aðeins á lykilforsendur fjárhagsáætlunar þá gert ráð fyrir að hagvöxtur verði 2,9% á næsta ári og verðbólga 4,9% en á árinu sem að líða 7,5%. Síðan gert ráð fyrir að smá saman dragi úr verðbólga á kjörtímabilinu. Kjarasamningar verða lausir hjá flestum stéttarfélögum á næsta ári og því mikil óvissa sem fylgir því eins og ég var búin að nefna og að þeim sökum gerum við ekki ráð fyrir nema lítilli hækkun á útsvarstekjum en gerum að samaskapi ekki ráð fyrir launapotti til þess að mæta mögulegum launahækkunum. Í áætlunni gert ráð fyrir að íbúar bæjarins verði 2142 í lok árs 2023 og muni fjölga 250 á árinu. Tekjur á þessu ári hafa verið umfram væntingar og þá sérstaklega útsvarstekjur. Ástæða þess má fyrst og fremst rekja til mjög góðs atvinnuástands sem og að ferðaþjónustan hefur verið að lifna við. Staðgreiðsla útsvars yfirstandandi árs 5,6% hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Þá hefur bæjarbúum fjölgað sem af ári 260 manns sem yfir meðaltali og meir en áætlunina gerði ráð fyrir. Því má búast við að rekstrarniðurstaða yfirstandandi árs fyrir fjármagnsliði verði betri en áætlunina gerði ráð fyrir en að sama skapi hafa fjármagnsliðirnir hækkað verulega vegna verðbólgunnar sem við erum að kljást við. En snúum okkur að tölunum. Í rekstrarreikningi samstæðunar A og B hluta gert ráð fyrir að tekjur verði 29,7 milljarðar króna en rekstrargjöld verði ríflega 25,3 milljarðar króna. Niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði því áætluð tæpi 4,4 milljarðar króna. Afskriftir eru áætlaðar 2,4 milljarðar króna og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur tæpi 2,4 milljarðar. Og áætluð rekstrarniðurstaða teknu tillit til tekjuskatts neikvæð 408 milljónir króna. Laun og launatengd gjöld og lífeyrisskuldbinding nema 61% af heildargjöldum, annar rekstrarkostnaður 30% og afskriftir tæp 9%. Gert ráð fyrir batnandi afkomu til ársins 2026. Samkvæmt yfirliti sjóðstreymi samstæðunar veltufé frá rekstri áætlað tæpi 4 milljarðar króna eða sem svarar 13% af rekstrartekjum. Hlutfall veltufjár frá rekstri af tekjum og samspil við fjárfestingar eitt það mikilvægasta sem þarf að skoða í rekstrinum. Mikilvægt að veltufjár frá rekstri sé til lengri tíma hærra en fjárfestingar ef markmiðið að borga niður skuldir.
Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum áætlaðar 5,2 milljarðar króna. Afborganir langtímalána á tímabilinu 2023 til 2026 áætlaðar að nemi ríflega 7,4 milljarðar króna og þar af 1,6 milljarðar á næsta ári og þá gert ráð fyrir að tekin verði lán á þessum sama tímabili fyrir tæpa 10,6 milljarðar króna. Samkvæmt áætlun gert ráð fyrir að handbært fé sveitarfélagsins verði rétt rúmlega 3 milljarðar króna í árslok 2023. Ef við skoðum aðeins þróun skulda, þá nú þegar við horfum til mikilla framkvæmda í sveitarfélaginu, þá gerum við ráð fyrir að skuldir vaxi lítið á áætlunartímabilinu en að reksturinn geti með góðu móti borið það. Áætlað að eignir í efnahagsreikningi í árslok 2023 verði bókfærðar á 66 milljarðar króna, þar af veltufjármunir 6,5 milljarðar króna. Skuldir sveitarfélagsins með lífeyrisskuldbindingum áætlaðar samkvæmt efnahagsreikningi 40,8 milljarðar króna í árslok 2023, þar af skammtímaskuldir 5,7 milljarðar króna. Bókfært eigið fé áætlað að nemi 25,2 milljarðar króna og eigið fjárhlutfall 38,2%. Skuldir sveitarfélagsins áætlaðar í árslok 2023 137% af tekjum en þegar horft til skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið skuldir áætlað 99% af tekjum. Veltufjárhlutfall samstæðunnar áætlað 1,15 í árslok 2023. Við sjáum að skuldahlutfallið mun síga örlítið upp á við til ársins 2026 þegar það fer aftur niður og verður komið niður í 135% í árslok 2026. Jafnvægisreglan var sett á eftir hrun en hún þýðir í stuttu máli að jafnvægi þarf að vera í rekstri á B-hluta á 3 ára tímabili, það fyrra árs, yfirstandandi árs og áætlunar árs. Það skylda okkar að slíkt jafnvægi náist. Sveitarfélögum var gefin afsláttur á jafnvægisreglunum vegna COVID til ársins 2025 og eins og áætlunin lítur út núna ljóst að við náum því ekki. Eitthvað meira þarf að koma til og eins og ég nefndi áðan þá horfum við til þess loforð sem ráðherra gaf aukið framlag úr jöfnunarsjóði. Það síðan skylda okkar sveitarfélaga og ríkis að klára þá vinnu sem farið var af stað með í að endurskoða tekjuskiptingu milli stjórnsýslustigana og þá líka að finna leiðir til þess að fullfjármagna málaflokk fatlaðra til lengri tíma. Gert ráð fyrir að tekjur A-hluta sveitarfélagsins verði 24 milljarðar króna. Útsvarstekjur áætlað 13,3 milljarðar króna sem 0,5% hækkun frá útkomuspá ársins 2022 eins og áður sagði. Fasteignaskattur í A-hluta áætlað 2,7 milljarðar króna og hækkar töluvert á milli ára, sem bæði vegna fjölgunar eigna í fasteignamati og breytinga á heildarfasteignamati. Framlög frá jöfnunarsjóði áætluð 4 milljarðar og aðra tekjur áætlar tæpir 4,2 milljarðar. Rekstragjöld A-hluta áætluð 22,5 milljarðar og niðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði tæpar 1750 milljónir króna. Afskriftir 1,1 milljarður króna og fjármagnsliðir áætlaði tæpir 1,5 milljarður. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hluta verður neikvæð 864 milljónir króna gangi áætlanir eftir. Samkvæmt yfirliti sjóðstreymi veltufé frá rekstri hjá A-hluta áætlaði tæpir 1,7 milljarður króna eða sem svara 7% af rekstrartekjum. En skoðum málaflokka yfirlitið. Ef við snúum okkur þá að gjöldum í aðalsjóði. Laun og launatengd gjöld í aðalsjóði áætluð 14,2 milljarðar króna, lífeyrisskuldbinding 600 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður 13,5 milljarðar króna. Þá gert ráð fyrir að fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld verði 55 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs áætluð neikvæð tæpan 1,5 milljarð króna. Ef við skoðum einstaka málaflokka, þá gert ráð fyrir ríflega 5 milljörðum til félagsþjónustu. Þar af 3,5 milljarðar í málaflokk fatlaðs fólks. Eins og ég nefndi áðan þungur róður í þjónustu við fatlaða og þjónustu þau sífellt að aukast.
Í þessari áætlun gert ráð fyrir því að málaflokkurinn hækki 1,7% á milli ára og að hallinn eða það sem Akureyrarbær og nágrannasveitarfélög greiða með þjónustunni umfram það sem við fáum úr jöfnunarsjóði og í gegnum útsvarir verði hátt á 900 milljónir á næsta ári að öllu óbreytti. Þarna munar mestu hækkun NPA-samninga tæpar 100 milljónir króna vegna nýrra samninga og hækkun gjaldskrár NPA-miðstöðvarinnar. Þess má líka geta að áramót dregur ríkið sig út úr greiðsluþátttöku vegna NPA-samningana en hún hefur hingað til verið 25%. Á þessu ári gerum við ráð fyrir að Akureyrarbær 1 greiði 830 milljónir með þjónustunni. Mikil aukning hefur verið á síðustu misserum í barnaverndarmálum og á næsta ári munum við auka framlagið til þeirra verkefna 20% á milli ára. Þá er gert ráð fyrir auknum framlögum vegna fjölgunar flóttamanna og rétt líka að nefna að gert ráð fyrir fjármagni til heilsueflingar eldri borgara. Ef við snúum okkur þá að hinum stóra málaflokknum hjá okkur, þá er gert ráð fyrir 9,8 milljörðum til fræðslu og uppeldismála. Þar af 3,2 milljörðum til leikskólamála. Lögð er áhersla á að draga úr álögum á barnafjölskyldur og leggjum við því fram tillögu raunlækkun á hlut foreldra þar sem ekki er gert ráð fyrir neinni hækkun gjaldskrár vistunargjalda í leikskólum eins og áður sagði. Eitt af því sem verður síðan skoðað á næstu mánuðum er útfærsla á tekjutengingum í gjaldskrám með það markmið að koma enn betur til móts við lágtekjufólk. Rúmum milljarði er varið til menningamála og rúmum 2,5 milljörðum til æskulýðs- og íþróttamála. Rétt er að vekja athygli á að rekstrarframlög til Hlíðarfjalls hækka 15% vegna aukinna fjárfestinga, svo sem fjallkonunnar, nýrra skemmu, lýsingar og fleira. Þá er gleðilegt að segja frá því að glerárlaug verður opin fyrir almenning virka dag líkt og áður var. Að öðru leyti er gert ráð fyrir óbreyttri starfsemi í íþróttamannvirkjum bæjarins. Til brunamála og almannavarna er áætlað að verja nettó 350 milljónum króna, 36 milljónum fara nettó til hreinlætismála og skipulagsmál munu samkvæmt áætlun kosta 220 milljónum króna. En það er gert ráð fyrir því að ráða inn á sviðið eða auka aðkeypta þjónustu vegna aukinna verkefna í skipulagsmálum. Það er að segja nýrra hverfa og þéttingabyggða. Það er sérstaklega gleðilegt að fylgjast með þeirri miklu uppbyggingu sem er hér á svæðinum þessar mundir. Til umferðar og samgöngumála er áætlað að verja 1248 milljónum króna. Akureyrarbær vex ár frá ári í stærð og umfangi. Það kallar á aukinn kostnað við rekstur gatnakerfis á slætti, snjómokstri og svo framvegis. 408 milljónum verði varið til umhverfismála þar sem gert er ráð fyrir að kaupum á þremur nýjum umhverfisvænum ferlibílum á næstu 2 árum og verðum við þá með 8 eða 9 slíka í rekstri. Við erum líka að kaupa 2 nýja umhverfisvæna strætisvagna á árunum 23 og 25 og verðum þá með 6 slíka í rekstri. Norðurorka er að styrkja stoðir metanvinnslunar sem er forsenda fyrir fjölgun vagnanna. Svo fengum við fyrir í dag kynningu á stöðu undirbúnings vegna líforkuvers og það er stórt verkefni framundan sem Akureyrarbær mun ekki láta sitt eftir liggja. En það verkefni þarna samstöðu sveitarfélaganna á svæðinu og aðkomu ríkisvaldsins. Í sameiginlega kostnaður áætlaði rétt 1,1 milljarður og breyting á lífeyrisskuldbindingum 600 milljónum króna. Þá verjum við 138 milljónum króna til atvinnumála og að teknu tillit til fjármunatekna er rekstur aðalsjóðs neikvæður 1,5 milljarð króna. Ef við vindum okkur í fyrirtækið þá er gert ráð fyrir að félagslegar íbúðir verði rekna með 104 milljóna halla og í því ljósi er nauðsynlegt að farið verði yfir reksturinn og gjaldskráin endurskoðuð. Norðurorka er að gera ráð fyrir 186 milljón króna hagnað af rekstri sem er í samanburði við síðustu ár nokkuð lægra enda setur fjármagnskostnaðarstrik í reikninginn. Áætlaður er að hagur hafnasamlagsins muni vaxa á komandi ári eftir mögur ári í COVID og er rekstrahagnaður áætlaður 311 milljónir króna. Gert er ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu rekstri fasteigna upp á 493 milljónir króna. Framkvæmdamiðstöð verði rekin á pari en eignasjóður Gatna með 130 milljón króna afgangi gangi áætlanir eftir. Þá er gert ráð fyrir að bifreiðastaðasjóður skili 35 milljónum króna hagnað á árinu en við höfum nýlega hafið gjaldtöku á bílastæðum í miðbænum.
Alls gert ráð fyrir að B-hluta fyrirtæki skili samtals 425 milljón króna hagnaði. Ef við kíkjum aðeins á hvernig skipting aðalsjóðs er eftir kostnaðarliðum, þá sjáum við að laun eru tæplega 50% af útgjöldum, húsnæðiskostnaður ríflega 20%, þjónustukaup 16% og aðri liðir minna. Þá er alltaf fróðlegt að velta fyrir sér þróun fjölda stöðugilda og skiptingu þeirra. Gert er ráð fyrir þó nokkru fjölgun sem skýrist meðal annars á aukinni þjónustuþörf í málaflokki fatlaðra, fjölgun vegna aukinna þjónustu í leikskólum, barnavernd og betri vinnutíma. En við skulum þá vinda okkur í framkvæmdirnar sem eru framundan. Við gerum ráð fyrir að framkvæmdir bæjarins verði samtals 5,2 milljarðar króna á árinu 2023 og má raun að segja 6 milljarðar króna því við áætlum að gatnagerðargjöld verði 800 milljón króna sem dragast frá framkvæmdum eignasjóðs. Framkvæmdir fasteigna á árinu 2023 er áætlaðar 1,6 milljarður, eignasjóðs nettó 362 milljónum, hafnasamlagsins 202 milljónum og Norðurorku 2,2 milljörðum króna. En skoðum helstu framkvæmdir. Gert er ráð fyrir að byggingaframkvæmdir hefjist við nýtt hjúkrunarheimili og þar gerum við ráð fyrir okkar hlut í því eða samtals 380 milljónum á framkvæmdatíma. Sveitarfélögum er gert að borga 15% af byggingakostnaði og jafnframt að leggja til lóð án gatnagerðargjalds og lóðarleigu. Þessar skyldur tel ég löngu tímabært að afnema og vera barnsins tíma. Við gerum ráð fyrir að byggja 2 nýja búsetukjarna á tímabilinu og munum reyna að flýta þeim framkvæmdum eins og hægt er þegar það liggur fyrir hvernig fjármögnun til málaflokksins verður. Áætlað er að þessir kjarnar kosti 908 milljónir. Þá er gert ráð fyrir stofnframlagi til Brynju og Bjargs vegna leiguíbúða en gert var samkomulag við Brynju húsfélag sérstaka uppbyggingu íbúða fyrir öryrkja. Það er gert ráð fyrir 3 íbúðum fyrir áramót á þessu ári og 10 íbúðum á því næsta og síðan er gert ráð fyrir að farið verið að byggja 10 til 12 íbúðir strax á næsta ári sem ætti að vera komin til úthlutana 2024. Við höfum verið að taka Gleraskóla í gegn jafnt og þétt og gerir ráð fyrir að halda því verkefni áfram og á næstu árum eru áætlaðar 1100 milljónir í það verkefni. Þá er gert ráð fyrir að fara loksins í skólalóðina við síðuskóla og til þess eru ætlaðar 127 milljónir. Í endurbætur á leikskólum gerum við ráð fyrir 200 milljónum eins og en munum endurskoða þá upp á milli umræðuna. Í íþróttamálum erum við á næsta ári að uppfylla gerða samninga, bæði er verið að klára framkvæmdir í skautahöllinni og haldið áfram með framkvæmdir á KA-svæðinu og því gert ráð fyrir 700 milljónum á næsta ári til íþróttamála og 1,7 milljarði næstu árin þar á eftir. Ekki er gert ráð fyrir því að ráðist verði í viðbyggingu við ráðhús á kjörtímabili, hins vegar verður farið í allra nauðsynlegustu endurbætur á ráðhúsi og húsnæði í Glerárgötu. Fyrir lok kjörtímabilisins muni liggja fyrir sýn varðandi framtíðar húsnæðismál stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þá eru mikla framkvæmdir áætlaðar á hendi ríkisins á svæðinu, svo sem flugstöðarbygging og flughlað, uppbygging 2 heilsugæslustöðva og legudeild við SAK. Þannig að það má segja að helsta áhyggjuefnið sé að ekki fáist mannskapur í öll þau verk sem fyrirhuguð eru á svæðinu. Þriggja ára áætlun er hér lögð fram með áætlun ársins 2023 og er byggð á gefnum forsendum svo sem áætlun þróun útsvars, þróun launakostnaðar og áætlaðra breytinga á rekstri. Ágætu bæjarfulltrúar í þessari áætlun er megin áherslan lögð á að hlúa að börnum og barnafjölskyldum, tekjulægri hópum og eldri borgurum ásamt því að leggja áherslu á lýðheilsu bæjarbúa. Og talandi lýðheilsu, við munum á næstu árum leggja áherslu á að verkefni tengd nýsamþykktri loftslagsstefnu, enda ekki boðið að gera ekki neitt í þeim málum. Verkefni næstu missera er að kostnaðarmeta og hrinda í framkvæmd aðgerðaáætlun sem sett var fram með stefnunni. En það er auðvitað ekki þannig að við séum ekki nú þegar að gera margt vel í umhverfismálum og erum því svo sannarlega ekki á byrjunarreit, en betur má ef duga skal eins og öllum ætti að vera ljóst.
Á síðustu árum hefur eins og áður sagði verið lögð áhersla á að ná jafnvægi í rekstrinum með sjálfbærni að leiðarljósi. Þessi áætlun er engin undantekning á því. Við erum vissulega hér að horfa upp á rauða tölu næstu árin, eins og ég sagði, og það er að sjálfsögðu ekki ásættanlegt að skila áætluninni með þessum hætti. Við gerum ráð fyrir því á milli umræðina að gera nokkra breytingar. Smávægilega breytingar eru áformar á framkvæmdaáætlun. Tekjuáætlun verður endurmetin og forsendur sömuleiðis þegar ný þjóðhagsspá liggur fyrir, en hún verður birt á milli umræðina. Stærsta breytingi fyrir seinni umræðu verður án efa svo að við munum setja inn aukið framlag frá jöfnunarsjóði vegna málaflokks fatlaðra eins og ráðherra hefur gefið fyrirheit um. Áskoranir sem við stöndum frammi fyrir er vissulega þó nokkrar og óvissan mikil, bæði í fjármálum ríkisins og ekki síður vegna ástandsins í heiminum. En það eru líka spennandi tíma framundan og tækifærin því mikil. Eftirspurn eftir lóðum hefur sjaldan verið meiri en nú og áhugi á uppbyggingu í ferðaþjónustu mikil. Við erum að sjá jákvæða þróun í íbúafjölgun og vonandi verður svo áfram. Samsetning rekstrar Akureyrarbæjar er flókin sem gerir vinnuna við fjárhagsáætlunina áhugaverða. Ég vil því hvetja okkur öll til þess að leggjast á áranar við að leysa verkefnin sem framundan eru og skapa hér enn betra samfélag. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er komið að lokum þessara tölu minnar, en ég vænti þess að við eigum eftir að eiga hér góðar umræður áætlunina, þannig að bæjarbúar sem verða að fylgjast með umræðinni verði einhvers vísari. Í lokin vil ég þakka bæjarstjóra, bæjarfulltrúum og nefndafólki öllu fyrir gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar og þá vil ég sérstaklega þakka Dan Brynjarsyni, sviðsstjóra fjársýslusviðs og Kristínu Baldursdóttur, forstöðumanni hagþjónustu og áætlunargerðar, sem og sviðsstjórum öllum fyrir þeirra vinnu við gerð áætlunarinnar. Og svona rétt í lokin vil ég geta þess að næstkomandi þriðjudag, 8. nóvember klukkan 5, munum við verða með rafrænan íbúafund þar sem við munum kynna fjárhagsáætlunina. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Einarsdóttur fyrir. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Höllu Björk Einarsdóttur taka við fundarstjórn. Takk fyrir það og til málstíku bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Kæri forseti, aðrir bæjarfulltrúar, byrjum að þakka aftur bæjarfulltrúa Höllu Björk Einarsdóttur fyrir mjög góða yfirferð á fyrstu umferð fjárhagsáætlunar 2026. Bæjarfulltrúa Halla ræddu margar áskoranir sem sveitarfélagið mun þurfa að gangi í gegnum á næsta kjörtímabili. Sem dæmi þá eru 300 kjarasamningar launþega á íslenskum vinnumarkaði renna út á næstu mánuðum. Stærstu stéttarfélögin hafa kynnt samtökum atvinnulífsins kröfugerðir sínar og ASÍ segir svigrúm til launahækkana en óvissan sé mikil. Því miður eins og öll síðustu ár þá held ég að óvissan verði alltaf til staðar og það séu einfaldlega hlutir sem við þurfum að fara að rekna með í pólitíkinni. Stríð, COVID, óstöðu verðbólga og fleiri dæmi óvissástand hafa verið núna síðastliðin ár. Og miðað við söguna þá mun örugglega einhverja stóra fréttir koma á næstu árum. Við gerum okkur mikla vonir að framlag málaflokks til málefni fatlaðra muni aukast með framlagi til jöfnunarsjóðs 450 til 500 milljónir. En mikið verður rætt að stóru sveitarfélögin hefðu átt að vera grimmari í samningaviðræðum. Það er eflaust mikið til í því, en að fá þessa innspýtingu myndi hjálpa okkar sveitarfélagi gríðarlega mikið og vonum við svo sannarlega að það gangi eftir. Gjaldskrárhækkanir á Akureyri verða meðal í kringum 8%. Því miður þá munu margir finna fyrir þessum hækkunum á næsta ári, þá sérstaklega varðandi hitaveitu, rafveitu og fasteignaskatt og fleira. En varðandi hækkun og hitaveitunni, þá fær mann þetta sem íbúi hér í sveitarfélaginu aðeins til að hugsa. Hvernig maður að nýta heitavatnið sitt? Ég er alveg sannfærður það með betri fræðslu og umræðu, þá getum við Akureyringar nýtt heitavatnið okkar miklu betur. Varðandi fasteignaskatt, þá það bæjarstjórn að ákveða núna í desember viðmið varðandi reglur afslátt af fasteignaskatti. Hér höfum við tækifæri til að koma móts við tekjulága hópa með auknum afslætti og þurfum við sem bæjarstjórn að leggjast vel yfir þessar reglur sem verða ákveðnar núna í desember. Fræðslu og lýðheilsumál hafa verið mikið umræðunni í fréttum síðastliðna mánuði, bæði leikskólamál og grunnskólamál. Umræðum betri vinnutíma, betri vinnuaðstöðu, vinnustyttingu starfsfólk er sífellt meiri og meiri. Þetta eru risaverkefni sem sveitarfélögin alls staðar á landinu
munu þurfa að vinna á næstu árum. Það mikilvægasta í þessari vinnu er að eiga samtöl við launþega, starfsfólkið og finna út með þeim hvað leiðir eru bestar. Það er skylda okkar sem sveitarfélag að vera sífellt að þróa og bæta skólasamfélagið. Líka háskólasamfélagið sem vill oft gleymast í umræðinni. Við þurfum að vera duglega að hlusta á hugmyndir starfsfólk, hlusta á börnin okkar og foreldrana. Hvað má gera betur og hvað er það sem er vel gert? En það sem gleymist oft í umræðinni, sem ég er mikill aðdáandi, það er hrósið. Það er ekkert sem gleður meira, gefur meiri orku og gerir fólk ánægðara en að fá hrós sem er sett fram af einlægni. Ánægja starfsfólk í Akureyrarbæ er lykill að svo mörgu. Ég ætla svo sannarlega að vona að við séum öll sammála um það að skipulagt starf barna og unglinga í íþróttum, tómstundum og æskulýðsstarfi hafi gífurlega mikið forvarnargildi. Bæði hvað varðar hinn líkamlega þátt og ekki síður andlega og félagslega þætti. Það eru margar rannsóknir sem sýna það að umgjörðin skiptir miklu máli. En ég er ekki einungis að tala um mannverki, heldur einnig um metnað, aga, faglega kröfur og utanumhald sem tryggir að börn og unglingar njóti góðs af aðstöðunni. Ástæðan fyrir ég nefni þetta hér er að minna á það þrátt vera aðstæðan í íþrótta, tómstund og æskulýðsstörfum hafa verið að batna til muna á síðustu árum og mun gera þá á næstu árum, þá verðum við að muna að innra starfi er jafn mikilvægt. Við þurfum að styðja vel við sjálfboðaliðana, hrósa þeim fyrir sín óáhyggjuefnu störf, sem viljum oft gleymast. Við vitum líka að lýðheilsu tengdar forvarnir spyrja ekki um aldur. Og ég er því stoltur á okkar sveitarfélagi að fara í tilraunaverkefni um lýðheilsukort sem við munum taka fyrir hér og eftir. Ég hef fulla trú á því að þetta muni slá í gegn fyrir alla aldurshópa. Einnig er nýráðinn verkefnastjóri virk efri ár og mun það verkefni komast á fullt skrið á næstu mánuðum og hef ég mjög mikla trú á það að verkefninu ganga vel. Að lokum þá vil ég ræða eins framkvæmdaráætlun 23-26. Vinna við framkvæmdaráætlun hefur í gangi mjög langan tíma. Það verið haldnir ótal fundir og margir þeirra mjög fróðlegir og gagnlegir. Ég ætla ekki að fara í einstaka liði í áætlunni en eftir marga fundi og samtöl síðastliðna daga þá tel ég nauðsynlegt að það verður færsla á milli umferða í fjárhagsáætlunni upp á 200-250 milljónir en færslan fer frá æskulýðs og íþróttamálum yfir í fræðslu og uppeldismál. En önnur íþróttamál falla mestu leyti undir búning og félagsaðstöð fyrir KA en það er eftir að semja um þau verkefni. Ástæðan fyrir þessa færslu eru það að það eru yfirgnæfandi líkur á því að þau munu vanta leikskólapláss í sveitarfélaginu á árunum 24-25. Það verður sett vinna í gang við að þarfagreina hvernig mannvirki við þurfum og jafnvel skoða aðrar möguleika hvernig leysum þessi mál. Annars hafa síðustu vikur og mánuður verið afskaplega lærdómsmiklar og skemmtilegar og svo sannarlega spennandi tímar í okkar frábæra sveitarfélagi Akureyrarbæ. Takk fyrir mig. Þá er bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og ég færi honum aftur stjórnina. Takk fyrir það, Halla Björk Leynisdóttir bæjarfulltrúi. Orðið er laust. Hver vill byrja? Bæjarfulltrúi Sunna Jónasdóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir greinargóða kynningu og bæjarfulltrúa Heimi Erni fyrir sína umfjöllun. Árið 2020 þegar allir flokkar ákvað að starfa saman í bæjarstjórn, þá var það með það að markmiði að ná sjálfbærni í rekstri A-hlutans innan 5 ára. Í 3 ára áætlun sem lögð var fram í fyrra var gert ráð fyrir því að ná því markmiði 2025, en því miður lítur ekki út fyrir að það náist á kjörtímabilinu ef þessi fjárhagsáætlun nær fram að ganga og við stöndumst því miður ekki jafnræðisregluna. Fyrir okkur sem hefur staðið í niðurskurði inn í ráðunum síðustu ár, þá er þetta miður. Ég er ekkert endilega að kenna einum né neinum stöðuna sem við erum í dag,
En fyrir okkur sem hefur verið í þessu niðurskurði síðasta kjörtímabili þá er þetta pínu sárt. Augljóslega hefur aukin verðbólga haft áhrif og aukin kostnaður við lögbundin verkefni, svo enn frekari ástæða er fyrir því að sníða sér stakk eftir vexti. Vonandi mun leiðrétting á framlagi vegna málaflokks fatlara koma inn á milli umræðna en enn er óviss hvað þýðingu þann mun nákvæmlega hafa fyrir rekstur Akureyrarbæjar. Það er ýmislegt í fjárhagsáætluninni sem maður saknar og vildi þá sjá inni ef til leiðréttingar kemur eða bara í annarri forgangsraðina því að auðvitað leggjum við mismunandi skilning í hvað við viljum sjá þarna inni. Sem dæmi fjármögnun á aðgerðum í loftslags- og umhverfisstefnu, áframhaldandi vinnu við samfelldan virknita barna, stækkun þjónustukjarna fyrir eldri borgara, fjármagni undirbúninga opnun á fjölskylduhúsi og lækkun á fasteignaskatti eins og Guðmundur Már kemur inn betur á eftir og með heyrist á máli bæjarfulltrúa Heimis að mögulega verði það endurskoða. En í forsendum sem við fengum í þessum gögnum var talað að hann er ekki lækkaður. Er þó ánægð með að bæta á í skipulagsmálin enda forsendu þess að okkur fjölgi og fjármagni bætti félagsþjónustu barna. Eins og staðan er í dag þá er gert ráð fyrir miklum framkvæmdum á kjörtímabilinu eða fyrir 17,6 milljarða. Það má alveg spyrja sig hversu mikið á framkvæma miðað við rekstrarniðurstöðu sveitarfélagsins, mannafla og stöðu verktaka, vaxtastig og verðbólgu. Aðstæður hafa mörguleyti breyst á einu ári og þær forsendur sem lágu að baki framkvæmdaáætlun í fyrra allt aðrar. Skuldaviðmið er því miður á uppleið á næstu 3 árum en sem dæmi er gert ráð fyrir lántöku upp á rúmlega 10 milljarða á kjörtímabilinu og lántöku upp á 3,5 milljarða á næsta ári með tilheyrandi fjármagnskostnaði. Að lokum langar mig að vísa í bókun mína í bæjarráði í síðustu viku þar sem ég enn og aftur ræddi mikilvægi þess að áður en ráðist sé í framkvæmdir og þá sér í lagi verkefnum sem er ekki lögbundin, sé rekstur og reglulegt viðhald kostnaðargreint og haft til hliðsjónar við gerð fjárhagsáætlana. Þetta eru ekki einskiptis aðgerðir heldur aukinni rekstra kostnað til framtíðar. Það er til dæmis ekki hægt að taka tillit til þessa áætlans rekstra kostnaðs í 3 ára áætlun ef settar eru 850 milljónir í önnur íþróttamál án þess að skilgreina hvað það er. Þá er ekki hægt að setja fram rétta fjárhagsáætlun. Reyndar kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu að það væri rúmur milljarður en síðan kom fram í máli bæjarfulltrúa Heimis að það yrði einhver tilfærsla á þessum fjármunum. Þetta er ekki vöndu vinnubrögð og ekki hægt að ætlast til að við samþykkjum framkvæmdaáætlun sem er með fjárhæð upp á næstu milljarð í önnur mál. Bæjarfulltrúar Sunna Hlín Jóhannsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson B-lista og Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir VG-lista óska bókað. Það var stefnt að sjálfbærni í rekstri árið 2025 og farið í margvísleg umbótaverkefni síðustu ár til að ná því markmiði. Í fyrra leit svo út að það myndi nást á því ári en því miður mun það ekki ganga eftir á kjörtímabilinu ef þessi fjárhagsáætlun verður samþykkt óbreytt. Auk þess sem það á ráðist í mikla framkvæmdir og aukna skuldasöfnun á tímum verðbólgu og þenslu en ekki farið í lækkanir á álögur og íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu. Takk fyrir mig. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Jana Salome Ingibjörg Jósefsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttir fyrir þessa greinagóðu yfirferð og sömuleiðis bæjarfulltrúa Heimi Erni fyrir sitt innlegg. Ég tek undir það sem bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir kom inn á í sinni ræðu. Vil byrja á því að tala um bókun sem kom fram á síðasta fundi bæjarráðs frá okkur bæjarfulltrúa Hildu Jönu Gísladóttur að við séum ósammála þeirri forgangsröðum sem setti fram í framkvæmdaáætlun og auk þess að við teljum að fjárhagsáætlun sé ekki næg áhersla lögð á hagsmuni barnafjölskyldna
barna, eldri borgara og tekjulægri hópa. Ég vil kannski aðeins bæta við það sem fram hefur komið nú þegar, en líkt og bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom inn á, þá það ljóst að það liggur fyrir samþykkt umhverfis- og loftslagsstefna og á plani að samþykkja aðgerðaáætlun á næstu vikum sem vissulega á eftir að kostnaðarmeta, en ég tel það ekki vera næga forsendu fyrir því að það sé ekkert fjármagn tekið til hliðar í fjárhagsáætlun til aðgerða. Einnig það glöggt á fjárhagsáætlun að hér liggur fyrir að meirihlutinn hefur ákveðið að fara ekki í nýtt leiðanett strætó, en við höfum ákveðin markmið í nýsamþykktri umhverfis- og loftslagsstefnu ásamt því að við erum bundin af lögum og alþjóðlegum skuldbindingum. Hér erum við að taka pólitískar ákvarðanir framtíðarrekstur sveitarfélagsins. Síðustu 10 til 12 ár hafa verið hálfgerð niðurskurðarár og sum meiri en önnur. Þá velti ég því fyrir mér hvað við erum að horfa á eftir 10 ár með þær fjárfestingar sem á að ráðast í núna. Erum við með upplýsandi rekstraráætlun fyrir til dæmis þau íþróttamannvirki sem á dagskrá? Hvað kostar þessi mannvirki á ári og erum við að spara einhvers staðar annars staðar? Bæjarfulltrúi Halla Björk minntist á í ræðu sinni, með leyfi forseta, að hlutfall veltufjár frá rekstri af tekjum og samspil við fjárfestingar eitt það mikilvægasta sem þarf að skoða í rekstrinum. Mikilvægt að veltufé frá rekstri sé til lengri tíma hærra en fjárfestingar ef markmið að borga niður skuldir. Ég get tekið heils hugar undir það, en eins og áætlun lítur út núna með tilliti til þess hlutfalls eru fjárfestingar yfir veltufé frá rekstri eftir því sem ég best get skilið. Fjárfestingar hafa áhrif á reksturinn þegar kemur að vaxtagjöldum og rekstri mannvirkjana og auðvitað hefur það áhrif á rekstrarhlutann til framtíðar. Skynsamlegt að taka lán til fjárfestingar til einhvers sem skila sér einungis í auknum rekstrakostnaði. Líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á, þá hefur verið ákveðið að falla frá hugmyndum viðbyggingu í ráðhúsi á þessu kjörtímabili sem var einmitt framkvæmd sem átti að spara í rekstrakostnaði til lengri tíma litið, en það virðist ekki verið upp á teningum núna. Við þurfum hins vegar vissulega að halda áfram með þær framkvæmdir sem þegar eru hafnar, en það raunhæft að gera það á svona stuttum tíma. Það í raun mikilvægt að setja eitthvað ákveðið þak á fjárfestingar, sérstaklega þegar við erum að leitast eftir því að ná sjálfbærni í rekstri bæjarins. Áður en farið í framkvæmdir verður að gera ráð fyrir rekstrakostnaðinum, líkt og ég hef áður komið inn á. Í árferði sem þessu ættu við að vera að leggja áherslu á viðhald eigna og niðurgreiðslu skulda. Það ríkir mikil óvissa. Það miður að sjá að ekki verið að fara eftir samþykktri forgangsröðun í uppbyggingu íþróttamannvirkja og ég tel í raun að við séum að fara heldur betur fram úr okkur þar sem það plagg var samþykkt í 15 ára. Í framkvæmda áætlun hefur forgangsröðunni verið breytt og líkt og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir kom inn á, þá velti þið einnig fyrir mér varðandi önnur íþróttamál í framkvæmdum. Hvað það og hvað það þýðir rekstrarkostnaði fyrir framhaldið. Ég velti því líka fyrir mér hvaðan sú forgangsröðun sem nú uppi kemur og hvernig við ætlum að horfa til framtíðar þegar kemur að forgangsröðun í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Hins vegar jákvætt að sjá það sem bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason kom inn á að færsla á fjármunum yrði milli í uppbyggingu í íþróttamálum og æskulýðsmálum yfir í fræðslu og lýðheilsumál því að það svo sannarlega þörf á því að við fáum nýjan leikskóla hér einhvers staðar á brekkunni á næstu árum. Ef við ætlum að halda okkur við það að hleypa börnum inn 12 mánaða. Í lokin velti því fyrir mér hvort að eitthvað hafi verið skoðað að unnið verði að markmiðasetningu til framtíðar í fjármálum Akureyrarbæjar, áætlun sem þá til þess fallin að varpa ljósi á hversu hratt og raunhæft að fara í þær framkvæmdir sem lagðar eru fram í framkvæmda áætlun, auk þess að sveitarfélagið sé rekið svo sómi sé af. Áætlunir verða alltaf að taka mið af því hvernig efnahagsástandið hverju sinni, bæjarbúum til heilla. Ég vænti þess, líkt og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á í ræðu sinni, að þær breytingar sem verði á fjárhagsáætlun milli umræðina verði til þess að við náum sjálfbærni í rekstri. Einnig vona ég að við getum unnið saman
meirihluti og minnihluti að þessum breytingum milli umræðna. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Jönu Salóme Ingibjörg Jónsdóttir kærlega fyrir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúa Gunnar M. Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúum Höllubjörg og Heimi Erni fyrir greinargóða kynningu og innlegg, en tek undir með bæjarfulltrúum Sunnu Lín og Jönu Salóme að aukin skuldasöfnun sannarlega áhyggju efni á þessum tímapunkti. Ég staldra sömuleiðis við tekjuhliðina, þar sem enn gert ráð fyrir óbreytti álagningarprósentu fasteignaskatts og þar með auknum útgjöldum heimila og fyrirtækja. Mér langaði til að spyrja meirihlutann að því hvort ekki standi til að breyta þessu og lækka fasteignaskattsprósentuna áður en við afgreiðum fjárhagsáætlunina. Meðfram því að við forgangsröðum verkefnum þá verðum við sem hér störfum í umboði bæjarbúa ávallt og reglulega að spyrja okkur að því hvort við höfum svigrúm til að lækka álögur á íbúa. Vissulega eru margar áskoranir sem við okkur blasa, okkur sem hér sitjum í dag, áskoranir sem eru síður en svo hvetjandi þegar kemur að því að skerða tekjustofna sveitarfélagsins, en ein stærsta áskorunin nú vaxtarumhverfi núlíðandi stundar og rétt viðbrögð við þeirri áskorun hins vegar að fara varlega í fjárfestingar sem kalla á miklar lántökur, aukin rekstrarkostnað og aukin fjármagnskostnað. Og rétt viðbrögð gagnvart okkar íbúum að horfa til mótvægis aðgerða sem verja lífskjör heimilanna. Í núverandi vaxta- og verðbólgu umhverfi þá eigum við að horfa til þess hvort við getum lækkað álagningarhlutfall fasteignagjalda til móts við hækkun fasteignamats. Á einhverjum tímapunkti þá hlýtur það að vera sanngirnismál. Á Íslandi öllu hafa tekjur sveitarfélaga af fasteignasköttum hækkað 43% frá 2014 sem miðaði verðlag ársins 2021 og þannig hafa heimilin tekið á sig aukna og ófyrirséða byrði og fjölskyldufólki okkar þurft að greiða sífellt hærra hlutfall af tekjum sínum í fasteignaskatt. Og þannig hefur skattbyrði fyrirtækjana hér í bænum þyngst en fátt sem kemur á móti í rekstrarumhverfinu sem auðveldar þeim að standa undir þessari byrði, þvert á móti. Og ef við beinum sjónum okkar að Akureyri sérstaklega, þá full ástæða til þess að spyrja sig hvort fjölskyldufólk og fyrirtækin hér eigi ekki inni hjá okkur sanngjarna lækkun. Þegar borin eru saman þau 8 fjölmennustu sveitarfélögin með 10.000 íbúa eða fleiri, kemur í ljós að Akureyri trónir á toppnum með hæstu álagningarprósentuna. Sé hort til síðustu 5 ára og skoða hver þróunin hefur verið, þá ljóst að hún miðar heilt yfir í sömu átt og þá að sveitarfélögin hafi verið að lækka fasteignaskattsálagningunna. Akureyrarbær rekur hins vegar lestina hvað þessa þróun varðar, það að segja fyrir utan Reykjavíkurborg sem hefur framan af verið með lægsta álagið. Meðaltalslækkun álagningar á 5 ára tímabili hjá þessum fjölmennustu sveitarfélögum 13,5% en hjá Akureyrarbæ lækkunin á sama tíma aðeins 5,7% og við höfum ekki lækkað síðan 2019. Og ef við setjum okkur í hóp með 4 fjölmennustu sveitarfélögunum, Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ, þá hefur álagður fasteignaskattur hlutfallslega hækkað mest hjá Akureyrarbæ á þessu sama tímabili og þá horfum við til íbúðarhúsnæðis. Skammtheimtan hefur með öðrum orðum aukist mest hér þrátt fyrir þá staðreynd að hér hefur fólksfjölgun verið hægust frá talin Hafnarfjörður. Ef við horfum til næstu sveitarfélaga á eftir okkur, Garðabæ, Mosfellsbæ og Árborg, þá hafa þessi staðir vissulega séð meiri hækkun en við í þessari skammtheimtu, en þar hefur fólksfjölgun líka verið mun hraðari. Við skerum okkur því sannarlega úr og ég ekki viss að það sé jákvæður samanburður. Auðvitað vitum við ekki enn hvaða ákvörðun þessi sveitarfélög sem ég hef nefnt koma til með að taka í sinni fjárhagsáætlanagerð, en pólitískir fulltrúar flestra þessara sveitarfélaga gáfu það þó út í vor þegar ljóst var í hvað stefndi
að álagningaprósentan yrði lækkuð í takt við hækkun fasteignamats. Forseti bæjarstjórnar, ágætu bæjarfulltrúar, til að gera langa sögu stutta, miklar hækkanir eru framundan á fasteignamati, þetta vitum við öll, og því er mikilvægt að skoða alla möguleika til að hækka ekki álögur á húseigendur og fyrirtæki, enda á það að vera kappsmál bæjarstjórnar að gæta hófs í gjaldtöku og skattheimtu á íbúana. Við bæjarfulltrúar Framsóknar, Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson, bókum því eftirfarandi: í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar á að horfa til þess að álagningarhlutfall fasteignagjalda verði lækkað til að mæta hækkun á fasteignamati. Og ég verð að fá að bæta því við að ég verð hissa ef meirihlutinn tekur ekki vel í þessa bókun, enda gefur málefnasamningurinn frá í vor ekki tilefni til annars. Og bæjarfulltrúi Heimirörn lét sannarlega að því liggja hér áðan að þetta yrði skoðað, en það er sannarlega ekki nóg ef ekkert er að gert. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Már Gunnarssoni kærlega fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Takk fyrir góða kynningar sem hafa verið fluttar hér. Ég fekk nú hnút á heilan við eitt og annað sem þar var sagt, en samt ég vil benda á og velti fyrir mér tvennu. Það er annars vegar, hér er talað að þjónusta við fatlaða verði sífellt þyngri baggi fyrir þetta sveitarfélag. Og nú í ár og næstu ári munum við eiga viðræður við ráðherra meðal annars þau mál og treystum á að fá framlag úr jöfnunarsjóði til þess að geta mætt þeim málaflokki betur. Ég vil stinga því að við minnumst á það í leiðinni við ráðherrann að hann taki það til athugunar að þær reglur sem gilda byggingu húsnæðis fyrir fatlaða verði rýmkaðar, þannig að sveitarfélögin fá að byggja í samræmi við það fyrir hvert þau eru að byggja. Við þurfum ekki að líta hér langt í kringum okkur til að komast að því að við erum stundum of oft að offjárfesta í húsnæði fyrir fatlaða. Ég get nefnt það dæmi en geri það ekki. Annað, sem sagt, að ég vil bara við höfum þetta bakveira, nefnaður ráðherrann, hér þarf að breyta lögum, að þarf að gefa sveitarfélögum meira svigrúm til að ráða því hvernig þau byggja og þá fyrir hverja. Því að það fer svolítið eftir í hverjir eiga að búa í þessum íbúðum, hvernig við byggjum fyrir þá. Það er ekki hægt að setja fastskorðaðar reglur það að svona byggjum við og svona bara fyrir þennan hóp. Því að þessi hópur, hann er ekki einsleitur. Þannig að við viljum fá meira frelsi til að ráða því hvernig byggt er. Svo velti ég því fyrir mig sem talað fasteignaskattinn. Ég skal alveg viðurkenna það, ég er rosalega á báðum áttum þennan skatt. Hann er mjög ógagnsær, hann er ósanngjarn að því leytinu til líka að hann er lagður á, nú ætla ég að segja, ekki neinu verðmæti. Þetta er ekki eins og með tekjuskatt eða annað, þar hefur meira og þá borgar meira. Fasteignaskatturinn er lagður á eitthvað sem er í raun og veru ekki neitt. Þú býrð í þínu húsnæði og þú ert ekki að fá neina fjármun upp í hendurnar, þótt að skatturinn hækki. Þú ert bara í kerfinu og þetta eru bara reiknisreglur, þetta eru upphæðir sem hagfræðingar nota til að samfara mig og þig að við höfum það sífellt betra. Sem er náttúrulega algjörlega út í hött, því að stilla upp fasteignaverð á móti skuldum hefur ekkert að segja fyrir þá sem búa í sinni eigin íbúð. Það er náttúrulega heilmikið að segja fyrir þá sem þær á íbúður og geta selt. Þannig að engu að síður að þá kemur þetta upp í hugan að 20% það bil frá og til íbúða á Akureyri er í eigu einhverja sem ekki búa hér. Og ég veit ekki hversu hátt hlutfall þeirra sem búa í þessum 20% íbúða, hversu hátt hlutfall þeirra borgar útsvar hingað, ég veit það ekki.
En það blæðir í augum að þeir sem eiga slíkar íbúðir, sem eru fjölmargir hér á Akureyri, borga skatta annars staðar, að við ættum að fara að lækka á þá skattana. Þannig þið sjáu að ég bara sveiflast fram og tilbaka og í bili þá ég á móti því að við lækkum fasteignaskattinn. Ég vil frekar að við útfærum einhvers konar afslætti eins og við höfum verið að gera. Við höfum vissulega verið að gera það. Aldraðir hafa fengið afslætti og afslátt af skattinum og það má hugsa sér ýmsar leiðir til að skila ósanngjörnum hækkunum þessar skatts, skila þeim tilbaka til þá frekar þeirra sem á því þurfa að halda. Þeirra sem standa höllum fæti, ég veit vel til dæmis með leigjendur, þeir hafa þurft að gjalda fyrir hækkandi fasteignamat með þeim hætti að leigan hefur hækkað. Við getum alveg reynt að skila öll tilbaka til þeirra með sama hætti. Þannig að í bili þá vil ég miklu meiri umræðu það hvað við ætlum að gera í sambandi við skattinn og að því að við þurfum að taka ákvörðun ekki síðan í desember, þá myndi ég leggja það til að við lækkuðum ekki prósentuna en íhugum frekar hvernig við getum skila hluta af þessum tekjum aftur tilbaka til þeirra sem hafa mest á því að halda. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Jón Hjaltasyni fyrir. Orðið laust. Bæjarfulltrúa Hilda Anna Gísladóttir, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu hér í dag og takk bæjarfulltrúi Halla Björk fyrir að fara vel yfir það sem að liggur til grundvallar þessari fyrri umræðu fjárhagsáætlun og kæra þakkir til bæjarstjóra og auðvitað starfsmanna Akureyrarbæjar sem að ég veit að hafa lagt nótt við nýtan dag að koma þessu plaggi saman og þeirra fjölmörgu starfsmanna innan allra sviða sem að lagt hafa á sig mikla vinnu við það. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur einmitt að muna eftir því að það eru ófá handtökin á bakvið þessa fjárhagsáætlun og verða örugglega mörg enn til viðbótar. En pólitík, hún snýst kannski svolítið og kannski mest að forgangsraða takmörkuðu fé almennings og það er dálítið flókið verkefni, tala nú ekki þegar maður með sveitafélagi svo Akureyrarbær þar sem að svigrúmið kannski ekkit ofboðslega mikið og langstærstu hluti fjármagnsins fer í lögbundin verkefni í grunnkerfunum okkar. Við förum síðan í kosningabaráttu þar sem að við heyrum að kröfurnar eru töluvert miklar í okkar samfélagi frá mjög mörgum hópum. Hvert sem litið upplifunin að það vanti fjármagn. Og það vanti peninga, það vanti uppbyggingu og það er sama hvaða hóp við rætt að það líður mjög mörgum eins og halli á þá hópa sem rætt hverju sinni. Og stundum þegar við segjum að það er bara pólitísk ákvörðun, þá þýðir það að það er eiginlega bara hvað skoðun við höfum. Hvort viltu A eða B, hvort viltu A, B eða C og hvernig viltu deila þessum peningum, hvað er mikilvægast og hvað er annars aðeins minna mikilvægt og svo framvegis. Það sem ég langaði að byrja á sem að því það eru nú ekki svo sem í rauninni mjög miklar breytingar sem að finna í fjárhagsáætlun núna. Það langaði mig samt, það eru samt nokkrar en svona ekkert, það er ekki verið að kollvarpa einu en einu. En mér langaði bara að flagga því sem að ég er ánað með að sé inn í þeirri fjárhagsáætlun sem við verið að kynna í dag að því að eins og bæjarfulltrúi Heimir nefndi réttilega þá þarf líka að horfa bæði á hrós og jákvæðni og ég er ekki mjög hrifin af svona svarthvítu allt að fara til helvítis eða allt gjörsamlega fullkomið talsmáta í pólitík persónulega. Sumt bara mjög gott og sumt mætti vera betra því mér finnst það ætti að vera öðruvísi. Þetta er svolítið svona uppleggi hjá mér að minnstakosti. Það sem ég ánað með að það sé horft til aukinnar þjónustu við flóttafólk og börn með mikla stuðningsþarfir. Þetta er mikilvægt. Og ég er líka mjög ánað með að það sé verið að hækka vegna þjónustu í barnavernd og það er einfaldlega algjörlega nauðsynlegt
þeir sem þekkja þar til vita það er nauðsynlegt. En ég ætla að fókusa samt sem áður á það sem að mér finnst vanta, af því það er kannski eðli mitt í minni hluta að horfa á hvernig ég hefði gert öðruvísi og hvað ég myndi vilja sjá öðruvísi. En ég vil undirstrika það þýðir ekki að allt sé svarthvítt, já og nei og svo framvegis. Það er kannski í fyrsta lagi þetta með leikskólagjöldin sem ég dálítið hugsi yfir, sérstaklega eftir þá kosningabaráttu sem að háð var hérna í vor. Þar sem að mjög mikið var rætt leikskóla, gjaldfrjálsa leikskóla, að það ætti að lækka leikskólagjöld í skrefum og svo framvegis. Og ég fer stundum að hugsa það þegar við förum inn í þessa pólitísku umræðu og svona raunhæfni þess sem að þeirra væntinga sem við erum að skapa, vitandi það hvernig rekstrarumhverfi sveitarfélagsins er. En það er alveg ljóst að einhverju leyti þá vann svo áhersla að það ætti að lækka eða jafnvel gera leikskóla gjaldfrjálsa. Og þess vegna er auðvitað svolítið skrítið að standa hérna í dag og horfa á það að foreldrar leikskólabarna er að fara að fá hærri reikning inn lúguna eftir áramót. Af því að það halda flestir að þú segir að þú ætlir að lækka leikskólagjöldin að það þýði að þú þurfir að borga minna. Í málefnasamningi meirihlutaflokkana er talað að lækka held ég hlutfallið af kostnaðar þáttöku foreldra sem er ekki alveg það sama og að gjöld foreldra lækki. En það getur hljóma þannig sem verður svona pínu froða og getur dregið úr trausti á stjórnmálum þegar við tölum ekki mjög skýrt. Eða látum í veðri vaka eitthvað sem aldrei er ætlunin að láta verða veruleika. Þannig ég mjög hugsi eftir þessa kosningabaráttu að það sé að gerast í dag að foreldrar leikskólabarna sé að fara að fá hærri reikning. Síðan auðvitað, en á sama tíma þá er hægt að segja, já, hlutfallið sem foreldrar að borga það er að lækka, sko. En á endanum held ég að flesti foreldrar séu bara að pæla hver er krónutalan á reikningnum sem ég fæ heim til mín. Og það vita það flestir og eru kannski pínu að leika sér með það. En allavega þetta gæti komið foreldrum leikskólabarna óþægilega óvart. Það er annað sem ég til að sé aðkallandi og það er að koma á gjaldi fyrir forgangshópa í vistun í grunnskólum. Við erum með þetta þannig í dag að það eru forgangshópar eða sem sagt lægra gjald í leikskólum fyrir forgangshópa og þeir eru skilgreindir. Þetta eru til forgangshópa teljast einstæðir foreldrar, báðir í námi, báðir foreldrar atvinnuleysir, báðir foreldrar 75% öryrkjar, annar foreldri í námi og hitt foreldri atvinnulaust eða 75% öryrki. ASÍ gerði í vor, ef ég man rétt, könnun á þessum kostnaði hjá 20 stærstu sveitarfélögum landsins og þar var Akureyrarbær næst hæstur. Og þarna er eitthvað sem hægt er bara að gera strax. Það þarf ekki að pæla í tekjutengingum eða einhverjum útfærslum. Ef að það er vilji fyrir hendi þá er hægt að gera þetta. Og þarna er hægt að koma sannarlega til móts og hóp sem á því þarf að halda. Það þriðja í fjárhagsáætluninni sjálfur sem ég langaði til þess að nefna er svigrúm sérstaks húsnæðisstuðnings sem að ég tel aðkallandi að breikka. Það er að segja tekjuviðmiðin okkar eru svo þröng. Það eru til viðmið frá félagsmálaráðuneytinu og ég held við séum, við erum töluvert frá því viðmiði og ég tel að við ættum að rýmka það og bind nú vonir við það eftir að velferðarráð bókaði samhljóða það að rýmka það svigrúm og svo gæti nú orðið á milli umræðana. Ég hef allavega það er pínu áhugavert að sjá að það sé ekki gert ráð fyrir neinu fjármagni í aðgerðaáætlun umhverfis og loftslagsmála en kannski miðað við þá umræðu sem hefur átt sér stað, þá kannski verður einhver breyting á því síðar. Varðandi framkvæmdaáætlunina sjálfa, þá eru 3 þættir sem ég væri helst til í að fókusa á sem að mér finnst vanta. Það snýr að grunnkjörfunum okkar, það snýr að velferðar- og fræðslumálum. Það er í fyrsta lagi þá tel ég nauðsynlegt að fjölga frekar félagslegum leiguíbúðum. Biðlistin er allt of langur og mér finnst að við sem sveitarfélag ættum að setja okkur markmið hvar þolmörkin okkar séu í því að hafa svona langa biðlista.
verði félagslega leiguíbúðakerfi gert sjálfbært þá þetta fyllilega raunhæft og þá komum við þarna til móts við hóp fólks sem að virkilega skiptir máli. Ég hef aðeins síðan, næsta atriði skólahúsnæðið. Á síðasta kjörtímabili það náðist í rauninni alveg stórkostlegur árangur og það væri hægt að innrita 12 mánaða börn á hausti í leikskóla Akureyrarbæjar. Við vorum fyrsta sveitafélagið, af stóru sveitafélagunum sem steig þetta ofboðslega mikilvæga skref og það var gert og náðist vegna þess að það var byggður hérna glæsilegur leikskóli Klappir. Ég óttast pínulítið að annars vegar séum við að horfa á leikskólamannvirki sem löngu komin tími á að fara í hreinlega enduruppbyggingu á og hins vegar þá yrði alveg, og ég ætla að nota bara góða íslensku og segja, það yrði alveg glatað ef við kæmumst allt í inn í þá stöðu að þurfa að fara að hækka aftur aldurinn, innritunaraldurinn, að því við tryggjum það ekki að húsnæðið sé nægilegt. En að samaskapi þá gleðum við að heyra að bæjarfulltrúi Heimi nefndi einmitt hér að þarna gætu orðið breytingar á milli umræðana. Og þriðja sem ég vildi nefna í framkvæmdaáætluninni félagsaðstaða eldri borgara. Við heyrðum það mjög hávært ákall í kosningabaráttunni sem að mér finnst við verða að hlusta á og heyra að það að félagsaðstaðan sprungin og það aðkallandi að fara í þá uppbyggingu. Hún ekki komin á blað í þessari 4 ára framkvæmdaáætlun en hlutir geta auðvitað breyst en mér finnst svona meðan við það sem allavega var rætt í mín eyru að það væri töluvert ákall í okkar samfélagi eftir því að bæta félagsaðstöðu eldri borgara og ég held að það sé komin tími til þess. Það kannski síðan, þetta er svona 3 og 3, þetta sem sagt þrennt öðrum megin, þar að segja leikskólagjöldin, forgangshópar í vistungum grunnskóla og svo sérstaki húsnæðisstuðningurinn og svo í framkvæmdaáætluninni þá félagslega leiguíbúðir, leikskólamálin og félagsaðstaða eldri borgara. Svo ég nái því. Það sem að mig langaði að spurja nokkrar spurningar hérna. Það sem sagt, og kannski getur bæjarfulltrúi Heimir að því hann kom nú aðeins inn á þetta áðan varðandi leikskólamálin, sagt kannski aðeins meira hvað þar verið að hugsa af því að það nú töluvert verið rætt meðal annars viðbyggingu leikskóla við Lundasel, þar sem var Lundasel Pálmholt sé löngu orðið komið á tíma, hvort að það komið til greina, að það komist inn til framkvæmda á kjörtímabilinu. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Jönu Salóme að mér finnst mjög sérstakt að sjá 850 milljónir króna á kjörtímabilinu merkt ýmis íþróttamál. Mér finnst það svolítið svona, mér finnst þetta of háar fjárhæðir til þess að eyrnamerkja það ekki einhverju verkefni. Þrátt fyrir ekki sé búið að semja það, en það ekki búið að semja eða það bara ekki búið að semja langflest af því sem á framkvæmdaáætlun. Þannig að við erum engar síður að áætla einhverja fjármuni í það. Og mér langaði að spyrja líka hvort þið hafið og kannski þá formaður velferðarráðs, hafið þið sett ykkur eitthvað markmið hvað sé ásættanlegur biðlisti eftir þetta kjörtímabil í félagslegu húsnæði og biðlisti fatlaðra eftir húsnæði. Mér langaði líka að spyrja að í málefnasamningnum kemur fram að það að endurskoða verð á hádegismat í félagsmiðstöðvum eldri borgara, hvort að það sé ennþá til skoðunar eða sé kannski bara seinna á kjörtímabilinu eða hvort að það standi enn til. Og síðan kannski hvernig þið hyggist innleiða metnaðarfulla umhverfis- og loftslagsstefnu með fjármagnaðri aðgerðaráætlun ef ekki áætluð einasta króna í það verkefni. Að lokum þá vil ég bara leggja fram hérna bókun sem svo hljóðandi. Í fjárhags- og framkvæmdaáætlun ætti að leggja aukna áherslu á grunnkerfin okkar velferðar og fræðslamál. Huga ætti betur að hagsmunum barnafjölskyldna, tekjulegri hópa og eldri borgara. Fjölga þarf félagslegum leiguíbúðum umfram það sem áætlað og tryggja fleira fötluðu fólki húsnæði við hæfi. Rýmka þarf svigrúm sérstaks húsnæðisstuðning sem nýtast sérstaklega öryrkjum, einstæðum foreldrum og láglaunafólki í erfiðri félagslegri stöðu en kjör þessa hóps hafa rýrnað umtalsvert vegna aukinnar verðbólgu. Rýmka þarf svigrúm sérstaks húsnæðisstuðnings, koma ætti á lægra gjaldi fyrir forgangshópa í frístund grunnskóla og lækka ætti kostnað foreldra við leikskólavist og fæði barna eða minnstakosti ekki hækka en líkt og nú lagt til. Þá nauðsynlegt að halda áfram uppbyggingu og endurbótum á leik- og grunnskóla ekki síst á því húsnæði sem löngu komið á tíma
og ekki má verða slíka aftur fyrir uppbyggingu leikskólamannverkja til þess komi að hækka þurfi á ný innritunaraldra barna og þá er tímabært að tryggja bætta félagsaðstöðu eldri borgara. Þökkum bæjarfulltrúa Hildi Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Já, þá er það bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörg Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Takk, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég kem bara hérna upp að því að ég er svo gleymin og ég glemdi að leggja fram bókunina mína sem hljóðar svo. Á tímum þar sem einn stærsta áskorun samtímans er loftslagsváin ætti að teljast eðlilegt að aukin áhersla væri í fjárhags- og framkvæmda áætlun á að fjármagna aðgerðaráætlun nýsamþykktar umhverfis- og loftslagsstefnu. Einnig ætti að forgangsraða fjármunum til tekjulegri hópa og jafna aðstöðumun barna með sameiginlegum sjóðum. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Jönu Salome Ingibjörg Jónsdóttir fyrir, orðið er laust. Þá bið ég bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttir að taka fundarstjórn. Varst þú undan? Ég skal bara... Næstu til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara örsnöggt að svara hér spurningu Hildiðun um vandi leikskólamál. Þannig málu vexti að við höfum fundað nokkuð oft við fræðsluráðinu þarfagreiningu í leikskólamálum. Það er nýkomin út skýrsla frá fræðslusviðinu þarfagreiningu á leikskólamálum næsta ár sem kom ekki jafnvel út og við vonuðumst til. Þess vegna er þessi uppbyggja í leikskólamálunum og þar kemur mjög greinilega fram að börn í Nausta og Hagahverfi munu fjölga mjög mikið á næsta árum. Þess vegna þurfum við bara að fara í vinnu með fræðsluráðinu og á næstu vikum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason, lokimál sem við bælanum stjórn. Takk hérlega fyrir. Það var bæjarfulltrúi Hulda Elma Ísdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir góða yfirferð, Halla Björk, og takk fyrir góðar umræður. Mér langar að koma hér upp sem formaður velferðarráðs til að segja nokkur orð. Við erum auðvitað að reyna að gera eins vel og við getum hverju sinni. Það var áskorun að vera innan rammans þegar vinna við fjárhagsáætlun fór af stað, en við teljum útkomuna að vera frekar góða. Eins og Halla kom inn á ræðu sinni hér áðan, þá verðum við að sníða okkur stakk eftir vexti þegar kemur að uppbyggingu í málaflokki fatlaðra. Í draumaheimi væri við að hefjast handa við að gera upp Hafnarstrætið og samhliða því nýbyggingu í Nonnahaga. En við getum fagnað því að framkvæmdir hefjast í Hafnarstrætinu á næstu mánuðum. Framkvæmdir í Nonnahaganum munu svo koma í beinu framhaldi. Á meðan við erum ekki að fá það fjármagn frá ríkinu sem við þurfum inn í málaflokkin er erfitt að ætla okkur stóra hluti í framkvæmdum. En auðvitað munum við endurskoða þetta ef ríki kemur með þau framlög sem upp á vantar og vonandi getur þá fært framkvæmdir framar. Á næsta ári munu 2 smáhýsi rísa í Sandgerðisbót sem beðið hefur verið eftir og fagna ég því mjög. Brynja hússjóður hefur hafið vinnu sína við að fjárfesta í íbúðum fyrir öryrkja hér í bæ og munu þau afhenda fyrstu íbúður í lok þessa árs. Þetta mun leysa mikinn húsnæðisvanda á næstu árum. Ég tel okkur vera að gera vel ef á heildina er litið þegar kemur að uppbyggingu fasteigna í velferðarmálum. Með þessum framkvæmdum erum við að ná að vinna á þeim biðlista sem er til staðar. Greining á sárafátækt hefur nú átt sér stað og þykir mér afar mikilvægt að við náum til viðkvæmustu og tekjum lægstu hópana. Við erum að ræða næstu skref í hvernig megi bregðast við. Ég er að gera mér vonir að við verðum komið með betri yfirsýn yfir þetta á næstu mánuðum og erum við þá helst að sjá fyrir okkur að tekjutengja leikskólagjöld. Og svo í svari spurningunni varðandi EBAC, þá er verið að vinna í því að færa heimaþjónustuna úr húsnæðinu þar, þannig að þau muni fá stærra húsnæði. Þannig að þetta er eitthvað sem er bara verið að vinna í og þarf að koma allt í ljós. Á eftir að koma í ljós. En annars bara ætla ég ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir mig. Þökkum bæjarfulltrúa Huldu Elmu Eystróstur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hilda Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk bæjarfulltrúi Hulda Elma fyrir þetta innlegg. Mér langar aðeins að spyrja nánar því ég hjó eftir
að þú talaðir að að það væri svona, ég skildi það þannig, ég vildi kannski bara fá það alveg á hreint, að það myndi í rauninni, það er algjörlega samhangandi við viðbrögð ríkisins, hvort að fötluðu fólk yrði tryggt húsnæði eða sem sagt að þeir fara í aukna framkvæmdir í uppbyggingu mannvirkja fyrir fatlað fólk. Var ég að skilja þetta rétt? Þakkum bæjarfulltrúi Hildu Önnu Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hilda Elma Eysteinsdóttir, hversu vel? Þarf að biðja orðið. Við þurfum náttúrulega auki fjármagn inn í málaflokkinn til þess að geta sinnt þessu öllu saman. Þannig að meðan það er ekki verið að fá það fjármagn, þá getum við ekki farið á framkvæmdir á fullu. Við viljum náttúrulega helst hefðum vilja koma Nonnahaganum framar og erum náttúrulega búin að reyna það, en það gengur ekki á meðan að það vantar svona mikið upp á í málaflokknum. En ef þau framlög koma sem við þurfum, þá munum við vilja keyra þetta hraðar í gegn. Þakkum bæjarfulltrúi Hildu Önnu Eysteinsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hilda Önnu Gísladóttir, hversu vel? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, afsakið þetta samtal, en mér finnst mikilvægt að við kannski, ég vil allavega koma því sjónarmið á framfæri sem ég hef óttast lengi vegna deilu í ýmsum málaflokkum milli ríkis og sveitarfélaga, þar sem þetta er hægri og vinstri hönd hins opinbera, að það verði ekki þannig að þeir sem síst skildi, þar að segja fatlað fólk, muni í rauninni verða af grundvallar mannréttindum við húsnæði vegna þeirrar deilu, og ég vil hvetja okkur til þess að verða yfir það hafin. Þakkum bæjarfulltrúi Hildu Önnu Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, hversu vel? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir góða kynningu og málefnalegar umræður fjárhagsáætlun. Það hefur komið fram að okkur er þröngur stakkur sniðinn í rekstrinum af ýmsum ástæðum. Og sama gildir í framkvæmda áætluninni, þar sem við hefðum svo gjarna vilja geta ráðist fyrr í margvísleg brýnverkefni, svo sem endurnýjun á Síálmu Glerárskóla og endurnýjun eða nýbyggingu leikskóla, og eins og var rætt núna rétt áðan, uppbyggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk. Hraðari framkvæmdir leiða til hækkunar skulda og þar rekum við okkur á einhvers konar glerþak, annars vegar hvað varðar skuldahlutfall sveitarfélagsins og hins vegar hvað varðar hámark á lánafyrirgreiðslu okkar hjá Lánasjóði sveitarfélaga. En vel að merkja, við erum að tala hér heildarskuldir samstæðu Akureyrarbæjar, þar sem eru meðtalin til dæmis Norðurorka og Hafnasamlag Eyjafjarðar. Á þeim vettvangi eru vissulega brýn verkefni og miklar framkvæmdir, ekki síst hjá Norðurorku, og þessi verkefni þrengja svigrúm Akureyrarbæjar sjálfs. Þess vegna vil ég varpa fram þeirri hugmynd hvort við getum létt byrðina hjá Norðurorku sérstaklega, til dæmis með að fá nágranna sveitarfélög okkar til að taka meiri þátt. Og það er nærtækt að nefna Reykjaveituna, það er hitaveituna sem að notar vatn frá Reykjum í Fnjóskadal til að þjónusta byggðina í Fnjóskadal og í Grýtubakkarhreppi og Grenivík. Sem sagt í Þingeyjarsveit og Grýtubakkarhreppi. Ef við stofnum nýtt félag þennan rekstur með þessi nágranna sveitarfélög okkar sem beina hluthafa, þá getum við slegið nokkrar flugur í einu höggi, létt skuldum af Norðurorku, aukið svigrúm Akureyrarbæjar til framkvæmda og gefið íbúum í Fnjóskadal og Grýtubakkarhreppi beina aðkomu að sinni eigin hitaveitu. Og vel að merkja þau sveitarfélög skulda minna heldur en Akureyrarbær af alls konar ástæðum. Þannig að ég rekna með að þau fagni þessari umræðu. Eflaust eru fleiri hliðstæð tækifæri til að lækka skuldir og auka framkvæmdir. Ég hvet til að þau verði skoðuð. Svo aðeins varðandi fasteignagjöldin sem að bæjarfulltrúi Gunnar Már nefndi. Ég hef fulla samúð með því sjónarmiði að sæta lagi að lækka gjöld og álögur, en það eru samt 3 sjónarmið sem valda því að ég styð fulla álagningu núna. Í fyrsta lagi, ef við nýtum ekki okkar gjaldstofna, þá er erfiðara að sannfæra ríkið að við þurfum fleiri tekjustofna, sem að við trúum vissulega að sé staðan. Svo í öðru lagi, það sem bæjarfulltrúi Jón Hjaltason nefndi, að 15% eða jafnvel fleiri íbúðir í okkar sveitarfélagi séu í eigu utanakomandi fólks eða fyrirtækja sem ekki greiða hér útsvar.
Og svo í þriðja lagi að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem voru nefnd í umræðinni, þau eru að selja lóðir og innheimta innviðagjöld sem nema milljörðum og þegar upp staðið fá þau miklu hærri tekjur en við, jafnvel þótt einhver þeirra lækki fasteignaskattinn nokkra punkta. Svo að lokum, bæjarfulltrúi Hilda Jana sagði held ég orðrétt ekki einasta króna í loftslagsmál og ég ekki einasta króna í aðgerðaáætlun. Það heitir ekki aðgerðaáætlun. Staðreyndin samt sú að við erum til dæmis að kaupa 3 metanknúna ferlibíla, 2 metanknúna strætisvagna. Við erum að halda áfram að byggja upp göngu og hjólastíga, kaupa umhverfisvæna bíla fyrir velferðarsvið, leggja fé til kjarnaskógar þar sem verið að rækta skóg og binda kolefni. Norðurorka að styrkja metanframleiðsluna og svo framvegis. Og fegurðin í þessu öllu saman svo að við þurfum ekki endilega að eyða peningum í loftslagsmálinu. Þetta kemur að miklu leyti af sjálfu sér í gegnum daglegan rekstur sveitarfélagsins. Endurnýjun á tækjum og svo framvegis. En svo koma vissulega stærri verkefni eins og líforkuver sem var nefnt fyrir á fundinum sem þarf að taka sérstaka umræðu þegar það kemur og í stærri hópi eins og var nefnt. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir. Næsta mæliskrá er bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjörg Jósefsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúum Andra Teitssyni og Huldu Elmu Eysteinsdóttur fyrir sitt innlegg hér í dag. Eingöngu að því að bæjarfulltrúi Andri Teitsson sagði réttilega með gæsalöpum eyða peningum í aðgerðaráætlun loftslagsmálum, að þá er það fjárfesting til framtíðar sem ég held við ættum öll að vera sammála Það er vissulega rétt að við erum að gera þetta allt í kringum rekstur bæjarins, en það er ansi margt í samþykktir umhverfis- og loftslagsstefnu sem að við erum ekki að áætla að fara í. Og í sáttmála meirihlutans þá stendur að það eigi að fjármagna aðgerðaráætlun. Þess vegna er skiljanlega miður að sjá að svo er ekki gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. En ég kom nú samt sem áður ekki upp til þess að ræða það, heldur að þegar við erum að tala og líkt á bæjarfulltrúi Andri Teits kom inn á og bæjarfulltrúi Hulda Elma, forgangsröðun í framkvæmdum og í uppbyggingu. Og ég vil þá bara vekja athygli á því að á næstu 4 árum erum við með tæpa 2,5 milljarð í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Það er bara það sem við erum að sjá í þessari framkvæmdaáætlun. Þannig að bara við séum öll meðvituð að það er málið, en við erum með á móti 1,4 milljarð í uppbyggingu í fræðslumálum. Þannig að það er ástæðan fyrir ég komið upp. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Jönu Salóme Ingibjörg Jósefsdóttur fyrir, orðið er laust. Bæjarfulltrúa Gunnar Már Gunnarsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara þakka bæjarfulltrúa Andra fyrir hans innlegg. Ég ætla svo sem ekki að karpa mikið það. Hvað var það fyrsta punkt? Ég skil þessar röksemd óskup vel, en hvort að veiki okkar svona samningsstöðu gagnvart ríkinu. Ég er ekkert svo viss það, máli snýst að sækja ekki auknar tekjur til íbúa fyrirtækja og ég held að svona okkar samningsaðilar hjá ríkinu skilji það og enda eins og ég segi hlutfallið hér er hærra en öðrum sambærilegum sveitarfélögum og varðandi þessar íbúðir sem að bæjarfulltrúi Jón minntist líka á. Þess aðilar sem eiga íbúðir hér en eru ekki búsettir hér, ekki lögheimili hér. Ég held við verðum bara að finna aðra leiðir til þess að sækja þangað tekjur. Mín tala sneri fyrst og fremst að íbúðum og fyrirtækjum og ég stend við það. Svo eru þetta full ástæða og tek undir það að skoða hvort við sé komin á þann stað að við ættum að hafa sækja hingað auknar tekjur á sölu lóða
En það breytir svo sem ekki því sanngirnis sjónarmiði álögur hér sé ekki að aukast ár eftir ár á íbúa fyrirtæki. En eins og segi, ég svo sem get tekið undir margt í þessum sjónarmiðum og bara þakka Andra aftur fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Már Gunnarssoni fyrir, orðið laust. Þá hafa ekki fleiri hvað sér til máls. Jú, afsakið. Bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir. Blindur á hægra augunum, svona. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja að þakka fyrir mjög svo góða umræðu og málefnalega fjárhagsáætlunina. Þetta er auðvitað komið hér til fyrri umræðu og okkur gefst tími til áframhaldandi samtals inn í bæjarráði, af því að nú liggur fyrir að við vísum umræðinu þangað inn aftur. Og hér hafa komið upp alls konar tillögur og hvernig mætti eða fólk vill sjá þetta þróast eða breytast á milli umræðina, sem held ég bara vert að við tökum samtalið Ég ætla svo sem kannski ekkert að bæta við, það komið fram nokkur svona svör eða umræða suma þessar hluti sem hafa komið fram, en það kom til dæmis með leikskólagjöldin að við værum ekki að raunlækka, við erum auðvitað að lækka vistunargjöldin, en það sem að í bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á væntanlega það sem hún á við eru fæðisgjöldin, þau hækka. Og þar af leiðandi hækkar það sem að barnafólki greiðir en vistunargjöldin standi í stað og hlutfallslega eðlilega verður það þá minna. Hvað fasteignaskattin varðar, að þá það er auðvitað, og ég tek undir með einhver leiti með bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni, og að hann er óljós, en hann kannski ekki alveg nógu skýr, og þegar við erum að bera okkur eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á við önnur sveitafélög, þá svo margt sem kemur þarna inni. Það eru innviðagjöld til dæmis sem að í sveitafélögin á Suðvesturhorninu hafa innleitt og fengið greitt, sem að má í einhvern veginn raun segja að séu fyrirfram greiddur fasteignaskattur. Þannig að það er ýmsa hyggja, en ég held að umræða þetta tökum við bara áfram á milli umræðana og ekkert gefið í þeim efnum annað en að ég einhvern veginn tek undir það sjónarmið að við erum með 15-20% íbúa sem að öðru leyti greiða ekki skatt til sveitafélagsins en gera það í gegnum fasteignunar. Og þá alltaf spurningin hvernig getum við komið til móts við íbúa, getum við komið til móts við íbúa með öðrum hætti eða er þetta besta leiðin? Hvað varðar já, það var farið aðeins inn á ýmis íþróttamál, að það væri svona ógagnsætt að setja þetta þannig fram og við værum að setja fram í áætlun verkefni sem ekki væri búið að semja og þá hefur væntanlega bæjarfulltrúar átt við að það væri ekki búið að bjóða út og við værum ekki þar leiðandi búin að semja, en það hins vegar búið að ákveða að fara í þau verkefni. Að þið setja eitthvað undir ýmis íþróttamál, þá ekki alveg ljóst í hvaða verkefni verður farið eða hvern á að forgangsraða. En það þarna margt undir og það ekki búið að semja. Og við verðum held ég líka í framkvæmdaáætluninni líka að gera eitthvað grein fyrir því að það rosa stór óvissa bara uppi hversu hratt við komumst í verkefni. Og dugar okkur þessi 4 ár sem kjörtímabili til þess að gera allt sem við ætlum að gera. Reynslan hefur verið svo að við erum að setja og færa verkefni aftar að því við bara hreinlega komist ekki yfir það, fáum ekki einhver til þess að sinna þeim verkefnum og svo framvegis. Og hvað varðar uppbyggingu fyrir íbúðakjarna, fyrir falla fólk, að þá held ég að sé sameiginlegu og bara vilja okkar allar hér í bæjarstjórn að gera vel í þeim málaflokki. Og ég held að það standi ekkit upp á viljan. Það hins vegar náttúrulega algjörlega óþolandi að við skulum ekki leysa það gagnvart og það hefur þá ekkert með þjónustu notendunar að gera, heldur okkur sem stjórnsýsla, þar að segja sveitafélögin versus ríkið, að við skulum ekki geta sest niður og lokið þessum máli, en ég ger mér nú vonir að það sé og muni leysast á næstu misserum. Við erum komið það langt í þessar umræðu, það allir orðnir sammála að þarna vantar upp á fjármagn,
Þannig að nú erum við vonandi bara í lokasprettinum og þá getum við farið að sinna þessu eins og lög gera ráð fyrir og það aftur gerir reksturinn mun betri, þar að segja hjá okkur sem sveitafélagi, þar að segja Akureyri, sem þýðir aftur að við getum gert betur bæði í þjónustu í öðrum málaflokkum við íbúa og eða lækkar gjöldin, þar að segja álögur á íbúan, ætla ég að segja. En ég ætla bara enn og aftur að þakka fyrir mjög málefnarlegar umræður og það er margt hérna sem kom fram í máli bæjarfulltrúa sem að ég vert að ræða áfram og legg hérna reyndar fram bókun fyrir hönd meirihlutans. Hún hljóðar svo: Í þessari áætlun megin áhersla lögð á að hlúa að börnum og barnafjölskyldum, tekjulegri hópum og eldri borgurum ásamt því að leggja áherslu á lýðheilsu bæjarbúa. Meirihlutinn treystir því jafnframt að samvinna verði við minnihlutann frekara vinnu við fjárhagsáætlun á milli umræðuna. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur fyrir. Næst tekur máls bæjarfulltrúa Janna Salome Ingiberg Jósefsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla ekki að leika þessu umræði mikið, en ég hef örstutt á spurningu að því að bæjarfulltrúi Heimir Örn kom inn á það áðan að þessar 850 milljónir sem í raun og veru óvissan í íþróttamálunum, í hvað það á að fara í framkvæmdum, væri aðalega í félagsaðstöðu KA. Einnig að hluti af þeim fjárhæðum yrði líklegast fyrir seinni umræði vísað sett yfir á fræðslumálin. En síðan kemur bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir og segir þetta gæti verið eitthvað annað, þannig ég mér langar að fá smá betri útskýringu á þessu ef ég gæti. Takk. Þökkum bæjarfulltrúa Jannu Salome Ingiberg Jósefsdóttur fyrir og það bæjarfulltrúa Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúa, ég á nú ekki að segja eitthvað annað en forsetinn. Í þessum efnum þar að segja það bara ekki búið að semja þessa en forgangsröðun samkvæmt skýrslunni var vissulega svo að félagsaðstæðan fyrir KA væri næst og síðan höfum við verið að ræða að færa til Þór í umræðinni. Þetta allt óútfært varðandi þessa peninga og þegar forseti kom hérna inn á áðan að við varum að fara að færa fjármagn, það þýðir bara við höfum minna til skiptana í íþróttamálin og meira í leikskólamál. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur fyrir, þá það bæjarfulltrúa Hlynur Jóhannsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að blanda mér í þessa íþróttaumræðu. Það eins og sumum virðist finnast þetta full mikið sem við erum að setja í íþróttinar. En ég held að viti það allir sem að tengjast íþróttum að við erum konið alltaf skuld við þessi 2 stóru íþróttafélögin í bænum sem myndast á mörgum árum og þetta tengist líka okkar barnafjölskyldum að búa hag þeirra sem bestan í þessum félögum því að þarna æfir alveg gríðarlegu fjöldi af krökkum og aðstöðunar eru bara að verða mjög slæmar. Við höfum hort upp á þetta í skólanum okkar og við erum að reyna að laga til þar og við þurfum bara líka að taka til þarna. Þetta hluti af því að sé gott að búa henni í þessu samfélagi okkar. Og þetta félagsheimili sem að ræða hana á KA, þetta líka sturtuðasta og búningsherbyggi til þess að geta nýtt þennan hluta eitt sem við verðum að byggja. Annars nýtist hann ekki eins og skildi. En mér langar líka að hrósa bæjarfulltrúum hérna í dag. Ég held að sjaldan hafi umræðan verið eins góð og málefnaleg fjárhagsáætlun eins og núna allavega síðan ég byrjaði í pólitík. Og mér sýnst nú ágreiningunum ekki vera mikill. Þannig að ég bara segi takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Hlynur Jóhannssoni, orðið laust. Þá tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúa, bara þegar við erum að ræða íþróttamálin og ég alveg sammála því að það komin tími á ýmislegt og við erum að tala börnin hérna, langar mig bara að benda á gervigrassi í boganum
og hvort við eigum ekki að láta bara börnin njóta vafans og fara fyrst í að skipta það áður en að förum að huga að nýjum velli. Fyrst við erum líka að kaupa nýja tæki og græjur til að byrja bara upp á nýtt að viðhalda völlunum okkar. En það er bara pæling inn í umræðina. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir, orðið laust. Ekki fleiri kvassi til orðs, þá berið fram bæjarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 23-26 til frekara yfirferðir bæjarráð og síðar umræði bæjarstjórn. Þau sem samþykkja það, rétt upp hönd. Það er samþykkt með 11 atkvæðum.